Ágæti skólameistari, brautskráarefni, foreldrar og aðrir gestir sem fylgjast með okkur hér í gegnum fjarfundabúnað. Velkomin í brautskráningu Verkmenntaskóla Austurlands. Ég heiti Karen Ragnarsdóttir og aðstoðarskólameistari og stýri athöfninni í dag. Það hefð á brautskráningadegi að lokaverkefni stúdentshefna sé til sýnis, en þar sem brautskráning fer fram á óvenjulegan hátt þetta árið hér til sýnis lokaverkefni sem sést vel úr fjarlægð. En það var hún Jóna María Aradóttir sem hannaði og smíðaði þennan stól hér sem sitt lokaverkefni af opinni stúdentsbraut. Stóllinn má sjá hérna við hlið mér og verður hér út athöfnina. Við byrjum dagskrána í dag á ræðu skólameistara og býð ég Lilju Guðnu Jóhannesdóttur velkomnu á svið. Takk fyrir, Karen. Nú ætla ég láta eins og þessi fullur salur fyrir fram mig. Okay. Kæru útskriftarefni, formaður skólanefndar, starfsmenn og þið gestir sem eru þáttakendur með okkur í dag þó þið séu í fjarlægð. Ég býð ykkur öll velkomin á útskrift þessa glæsilega hóps sem situr hjá mér hérna á sviðinu. Í dag er hátíðisdagur fyrir alla því stóru markmiði hefur verið náð. Stóru markmiðum ber að fagna. Á undanförnum árum hafið þið, kæru útskriftarnemendur, tekið hvert skrefið af öðru í áttina því marki sem þið eru nú að ná. Hvert þessara skrefa hefur verið sigur því þau hafa eitt af öðru fært ykkur nær lokamarkinu. Í dag ekki sumir sigurvegarar, í dag eru allir sigurvegarar. Því þið hafi öll náð settu marki og við, starfsfólk VAFA, þó við séum nú ekki öll hér núna, þá eru þau út að horfa á okkur, erum gríðarlega stolt af ykkur. Skóli er lifandi stofnun og því skólastarf alltaf viðburðaríkt og fjölbreytt. Það er óhætt að segja að það skólaár sem nú er að ljúka hafi verið viðburðaríkt eins og fyrri ár. Ég velti yfir mig framan af hvort ég ætti að tala um COVID. En við erum bara búin að tala svo mikið um COVID, það ekki? Að ég var ákveðið í til hliðar. Þegar ég horfi tilbaka yfir liðin vetur á ég erfitt með áttam á hvernig við höfum haft tíma fyrir allt sem við erum búin að vera að gera í vetur. Ásamt því að sinna daglegu skólastarfi. Að því að skóli, hann er svo mikið meira heldur en samsafn áfanga sem saman mynda námsbrautir. Skóli er litríkt samfélag fólks og þar er að mörgu að hyggja. Undirstaðan í öllu námi í íslensku skólakerfi eru svokallaðir grunnþættir menntunar sem eiga að lita allt starfi í skólunum okkar. Þessi grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði, velferð, lýðræði, mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Það er ekki lagt upp með litið. Grunnþættirnir eiga að lita allt starf skólans, hvort sem er ræða kennslu í einstökum áfengum eða í öðru óformlegra starfi. Stundum þegar ég lesi yfir grunnþættina, þá læðist í alvöru að með svo hugsun við getum ekki komið svo allir til skila í skólastarfinu. En svo þegar ég sest niður, eins og ég gerði í gær, og horfi tilbaka, þá sé ég í rauninni svo vel að skólastarfi litast af þessum þáttum, öllum sem einum, og það er bara ekkert minna en frábært. Læsi í víðum skilningi er grundvallarfærni í mannlegu samfélagi og litar allt okkur daglega skólastarf. Færni sem alltaf er jafn mikilvæg, þó hugsanlega megi segja að færnin þurfi sífellt að vera víðtækari. Nemendur þurfa að ná tökum á alls konar táknkerfum og miðlum, þurfa að geta vegið og metið hvað er áræðanlegt og hvað ekki, hvað gagnast og hvað síður. Á þetta hefur sannarlega reynt á síðustu vikum þegar við höfum verið að reyna, öll sem eitt,
Að vega og meta þær upplýsingar sem flæða yfir okkur varðandi þó ógn sem heimsbyggðin hefur staðið frammi fyrir undanfarið og stendur raunar enn. Í heilbrigði og velferð felst annar grunnþátturinn. Það er óhætt að segja áhersla á þennan þátt liti allt starfið í VAFA. Umhyggja fyrir nemendum og svo eftirfylgni sem getur falist í smæðinni er sannarlega einn af styrkleikum hans. Fyrir vikið stendur VAFA fremstur meðal framhaldsskóla þegar kemur að því að draga á brottfalli nemenda. Síðustu 2 ár hefur skólinn á þeim eftirtekt að verða árangri að allir nemendur sem innrituðust í skólan á loknu grunnskólanámi skiluðu sér á annað ár. VAFA er heilsueflandi framhaldsskóli og forvarnastarf mjög virkt innan skólans. Forvarnir afar vítt hugtak en áherslan undanfarið hefur verið á að efla félagslífið og móta fleiri og sterkari hefðir í skólastarfinu. Það hefur við gert meðal annars með því að festa í sessi kærleiksdaga sem enda með einni glæsilegu árshátíð skólans. Í ár bar árshátíðin heiti Stjörnubjört nótt og var mikið dýrðir og það er óhætt að segja að nemendaráðið, sem situr nú mestuleyti hérna fyrir aftan mig, hafi farið á kostum við undirbúning þessa viðburðar. Við endurvöktum austfirska ólympíuleikana, héldum það í VAFA síðastliðið haust. Þetta er viðburður sem er samstarfi við framhaldsskólana hérna fyrir austan. Nemendur skólana hittast einn dag í upphafi skólaárs og keppa í einum ýmsu íþróttagreinum, bæði hefðbundnum og óhefðbundnum. Nemendur VAFA sigruðu ólympíuleikan í ár og ætla að verja bikarinn á næsta skólaári. Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti koma einnig sterk inn sem grunnþættir í skólastarfinu. Skólinn hefur það hlutverk að efla hæfni nemenda til gagnrýninnar og virkar þátttöku í lýðræðissamfélagi. Það þarf að vinna með alla þessa þætti með víðtækum hætti. Fræða lýðræði en ekki síður þarf starf skólans að vera litað að lýðræðislegum vinnubrögðum. Ein leið til þess er að gefa nemendum aukið tækifæri til að hafa áhrif á nám sitt. Má þar til dæmis nefna lokaverkefni á stúdensbrautum, eins og Karen nefndi hérna, þegar hún benti á stólinn hennar Jónu Maríu. Þar vinna nemendur verkefni að eigin vali með stuðningi faglegra leiðbeinenda sem þeir velja sér sjálfir. Uppskeru hátíðar svo í lok annar en þá kynna nemendur verkefnin sín. Mannréttindi og jafnrétti á að hafa í hávegum í skólum. Nemendur fái gegnum námi tækifæri til að rækta hæfileika sína til að lifa í anda umburðarlyndis og jafnréttis en einnig gegnum ýmiss konar nefndir og önnur viðfangsefni. Það er kenndur áfangi í kynjafræði sem að margir nemendur sækja og í undirbúningi er stofnun hinsegin félagsvið skólans. Nemendur og starfsmenn setja saman í jafnréttisráði og móta þar jafnréttisáætlun skólans. Einnig er unnið að jafnrétti til launa en VAFA hlaut í vetur jafnlaunavottun og var meðal fyrstu framhaldsskóla landsins að ná því markmiði. Í gegnum öflugt samstarf, erlent samstarf, kynna svo nemendur og starfsmenn skólans öðrum þjóðum og víkka þannig sjóndeildarhring og umburðarlyndi gagnvart því sem öðruvísi er. Grunnstoðin sjálfbærni snýst að huga þínu flókna samspili umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Það er ekki lítið í lagt. Þegar sjálfbærni er annars vegar snýst algengasti skilningurinn að því að við skilum umhverfinu til afkomenda okkar í ástandi sem er ekki lakara en þegar við tókum við því. Þetta flókna samspil fær sitt rými í skólastarfinu en VAFA hefur verið grænfannaskóli frá haustinu 2018. Við skólan starfar virk umhverfisnefnd sem vinnur að hinum ýmsu framfaraverkefnum á þessu sviði. Nefndin vakti að vanda athygli á plastlausum september og fataslána okkar margfræga er alltaf á sínum stað. Það er hægt að skila af sér fötum og slána eða grípa sér nýja flík. Sláin er niður í andiri ef einhver vil grípa tækifæri í skólanum. Umhverfis- og loftslagsfund var haldinn í skólanum í samstarfi við Rotary Klúbb Neskaupstaðar og mátti þar hlýða margs konar áhugaverð erindi. Sérstaklega er mér minnistætt þaðan erindi Önnur Karenar Marinósdóttur, fulltrúi í umhverfisnefnd sem er meðal brautskráningarnemandi í dag, en hún fjallaði kolefnisfótspor, veganisma og fleira tengt umhverfismálum. Anna Karen flutti sem boðskap af þekkingu og skynsemi. Hún baði ekki nokkur 1000 jarðarbúa sem væri fullkomnir gagnvart umhverfinu, heldur bað hún 7 milljarða sem gerði sitt besta. Ég held ég gleymi þessum orðum ekki. Það er allan langt í það. Umhverfisnefndin hlaut nú nýlega veilegan styrk úr sprotasjóði til að halda umhverfisdaga á komandi skólaári í samstarfi Náttúrustofu Austurlands og Neskóla. Það er sannarlega eitthvað að hlakka til. Þegar horft til skilnings og aðgerða unga fólksins okkar, gagnvart sjálfbærni og umhverfismálum, það er ekki hægt annað en að líta björtum augum á framtíðina. Sköpun er svo síðasta en ekki sísta grunnstoðin. Sköpun snýst ekki bara afrakstur, hún snýst ekki bara hvað stendur uppi að lokum. Sköpunarferli sjálft skiptir ekki minna máli þar sem nemendur uppgöta er beita gagnrýni, hugsun og rannsaka. Sköpunin er allstaðar þegar skólastarf er annars vegar, en það á hún að vera allstaðar. Hún er í tímum þar sem eru kenndar smíðar.
Hún í frumkvöðlaáfanga þar sem nemendur stofna fyrirtæki og hanna vöru. Hún í tímum þar sem nemendur velja hvernig verkefnum skila og uppspretta ljóð, podcastþættir og myndasögur. Hún í rannsóknarritgerðinni þar sem höfundur alltaf að baki að skapa verk sitt þó hún sé stundum falin í verkinu. Sköpunin allt vefjandi allstaðar svo lengi sem við kjósum að bjóða hana velkomna. Ég nefndi hér í upphafi að nú væri hátíðisdagur, en í dag líka öðruvísi dagur, því í fyrsta sinn brautskráning frá VAFA lokuð öðrum en brautskráningarnemum og nauðsynlegu starfsfólki. En þessi dagur bara einn af mörgum öðruvísi dögum sem við höfum upplifað á undanförnum vikum. Við höfum upplifað daga þar sem skólinn hefur verið mannlaus og lokaður. Við höfum upplifað daga þar sem námið allt fer fram í rafrænum kennslustofum. Við höfum upplifað daga þar sem allt námsmat fer fram í gegnum netið og þar sem mestöll samskipti við samnemendur eða samstarfsfólk fer fram í gegnum samskiptaforrit. Öllum þessum öðruvísi dögum og aðstæðum hafa nemendur og starfsfólk VAFA rúllað upp með glæsibrag. Ég held að sé óhætt að segja að lausnamiðuð hugsun og þrautseigja hafi einkennt allt skólastarfi vikum saman og gert það verkum að við stöndum hér í dag. Það ekki sjálfgefið að ná að ljúka skólaári í aðstæðum sem þessum. Það tókst vegna magnaðra seglu og hugmyndaauki, nemenda og starfsmanna, eiginleikum sem ég hef aðstáð og hafa fylgt með stolti núna bara vikum saman. Og nú ég komið gæsahúð þannig sem ég var alltaf að tala um. Ég var alltaf að gæsahúð. Kæru nemendur, til hamingju með að ljúka nám ykkar í þessum stífu skorðum sem aðstæðnir hafa sett ykkur í. Þið létuð ekki deigan síða. Þið bara héldu ykkur striki. Vel gert. Það var reyndar, þá sem hún tala kannski svolítið lengi, það var ekki ætlun mín að standa þannig alveg allan dag vegna þess að það eru fleiri sem vil endilega koma í stað og brautskráningi sjálfi framundan. Næst á svið María Bóel Guðmundsdóttir sem flytja fyrir okkur lagið Ekkert sem að breytir því. Höfundur lags Jens Hansson og texti eftir Stefán Hilmarsson. Gjörðu svo vel, María Bóel. Stundir, fleiri mínútur, fleiri orð, fleiri nætur fyrir þig. Þó að ævin geymi óteljandi sekúndur, þá oft eins og tíminn svíki mig. Samt ekkert sem að breytir því, samt ekkert sem að breytir því, hversu heit þetta hjarta þráir þig. Ef ég hefði önnur færi, önnur augnablik, önnur ráð, aðra kosti handa þér. Oft á tíðum á ég ekki nógu hægt mig til að sá eða gefa sjálfri mér. Samt ekkert sem að breytir því, samt ekkert sem að breytir því, hversu heit þetta hjarta þráir þig. Samt ekkert sem að breytir því, ekkert annað sem mig þyrstir í, þessi sál, þessi hugur þráir þig. Þó að myrkrið virðist endalaust, vetur, sumar, vor og haust, skaltu minnast þess að lífið ýmist fjara eða flóð. Samt ekkert sem að breytir því, samt ekkert sem að breytir því, hversu heit þetta hjarta þráir þig.
Takk kærlega fyrir þetta, María Búl. Sagt er að það þurfi þorp til að ala upp barn, en það þarf líka heilt samfélag til þess að standa vörð framhaldsskóla. Í VAFA erum við svo heppin að eiga að marga velunara í samfélaginu sem eru tilbúna til að styðja við skólan og leggja sitt af mörkum til að efla hann. Þar á meðal eru þeir einstaklingar sem sitja í skólanefndin okkar. Næstur á svið er Jón Björn Hákonarson, formaður skólanefnda VAFA, en hann mun flytja kveðju til brautskráningarnema fyrir hönd nefndarinnar. Jón Björn, gjörðu svo vel. Útskriftarnemendur, skólameistari, starfsmenn og allir þeir sem hér horfa á þessa útsendingu. Kæru útskriftarnemendur, fyrir hönd skólanefndar Verkmenntaskóla Austurlands flyt ég ykkur og fjölskyldum ykkar hamingjóskir með þennan merkisáfanga sem þið fagnið hér í dag. Þetta eru og verða alltaf mikil tímamót merkisáfangi sem þið fagnið. Sumir eru nú komnir með starfsréttindi og halda út á vinnumarkaðinn, aðrir halda til áframhaldandi náms eða staldra við og velta fyrir sér framtíð sinni. Hvað sem verður, þá hafið þið lokið veigamiklum áfanga í lífinu og aflað ykkur þekkingar í mikilvægt veganesti til framtíðar. Þá vona ég að þið farið úr ykkar námi hér í Verkmenntaskólanum með góðar minningar skólan og veru ykkar í honum. Það er alltaf sérstök stund fyrir skóla að sjá eftir nemendum við útskrift. Þráttur að því fylgir náttúrulega viss söknuður, þá er það líka stolt skólans að skila sér nemendum og fá nýja inn að hausti. Þá vona ég að þetta veri gleðidagur hjá ykkur sem þið eigið eftir að minnast og ekki bara fyrir þessar sérstöku aðstæður. Og takið nú eftir, ég notaði ekki orðið fordæmalausar. Það er mikill sigur í þessu samfélagi í dag. Sem við útskrifum núna við og nýtum til þess tæknina til að allt ykkar fólk geti notið stundarinnar með okkur. Og þetta er fjartækni sem þið þekkja orðið vel eftir síðustu mánuði í náminu, eftir að samfélagið eins og við þekkjum það, þurfti skyndilega að takast á í gerbreytta heimsmynd, eins og sem má segja, þegar þessi blessaða veira með þetta þjála nafn COVID-19 þurfti endilega að líta við í heimsókn, jafn lítið velkomin eins og fulli frændin í fermingaveislunni. Og þeirri heimsókn hafa fylgt miklar áskoranir fyrir alla, hvar sem þeir eru staddir, eins og við öll þekkjum, og þær hafa ekki allar verið einfaldar. Það var því aðdánavert að sjá hvernig skólameistari, kennarar og starfsfólk Verkmenntaskóla Austurlands brugðust við þessu ástandi strax í byrjun og umbreyttu kennslunni þannig að námið gæti haldið áfram í svo til semestri óbreyttri mynd. Og það var ekkert síður aðdánavert að sjá ykkur nemenduna taka fullan þátt í því og aðlaga ykkur að þessum stafrænu kennslustofum og kennslustundum. Þannig að skólahald hélst í tiltölulega föstum skorðum og útskrift gat farið samkvæmt venju fram að vori hér í dag. Þetta var ekki sjálfgefið við slíkar aðstæður og fyrir það færi ég ykkur öllum bestu þakkir frá skólanefnd Verkmenntaskólans og held ég að megi örugglega gera það frá samfélaginu öllu hérna í Fjarðabyggð. Ég hef ekki þreyst á því á þeim tíma sem ég hef verið formaður skólanefndar Verkmenntaskólans að segja að það sem skapar skóla eru ekki byggingar. Þær þurfa að vera til staðar, umgjörðin þarf að vera góð, en það er fólkið sem að baki skólanum stendur sem skapar hann og þar erum við heppin. Það líka að hafa skóla eins og Verkmenntaskóla Austurlands hér í samfélaginu á Austurlandi er gríðarlega mikilvægt og það þarf ég varla að segja ykkur. Ekki bara er það mikilvægt fyrir þá sem hér búa til að geta sendt börn sín til mennta fyrstu árin að lokinni skólaskyldu og þurfa þannig ekki að senda þau langan veg í aðra landshluta. Hann er líka mikilvægur sem menntastofnun fyrir atvinnulífið sem verknámsskóli og ekki síður sem vinnustaður í samfélaginu fyrir fólk með fjölbreytta menntun. Og þá er hann líka nauðsynlegur hluti menningar og félagslífs sem gerir samfélagið blómlegra hér, svona langt út á landi eins og maður fær stundum að heyra að Austurland sé. En sú fjarlægð sem mældir frá höfuðborgarsvæðinu er á stundum því miður óskaplega löng, virðist vera. Og á það til að láta opinbera þjónustu visna svolítið því lengra sem hún þarf að teygja sig frá því horni landsins. Slíkt er með öllu óþolandi. Jafn velstatt land og Ísland þarf á því að halda að blómleg byggð sé í því öllu. Og íbúar þess sitji allavega við saman borð þegar kemur að grunnþjónustu sem hið opinbera á að koma til skila.
Þar eru verknáms- og framhaldsskólar með mikilvægari þáttum þeirra þjónustu. Og það er ekki nóg að tala bara mikilvægina. Á hátíðastundum heldur verður fjármagn og hugur að fylgja til að gera þessum stofnunum kleift að halda út í starfsemi sinni. Það er forgangsmál. Fjórða innbyltingin sem mjög er talað að segja hefði innreið sína og við vitum og finnum að hún er komin, mun ekki geta haldið land allt ef meðal annars námsframboð verður ekki tryggt. Því miður hefur farið og fer allt of mikill tími bæði forsvarsmanna skóla og samfélagana á landsbyggðinni í endalaust karp fjármagn við hið opinbera. Tíma sem væri betur og hefði betur verið varið stundum í að ræða sókn og framþróun meðal annars náms og byggðaþróunar en ekki niðurskurðar og hagræðingartillagna sem ekkert gera annað en draga enn frekar og þrótti byggðar á Íslandi. Ég vona að liðin vetur sem ekki bara hefur fengið þessa blessuðu veiru í heimsókn, heldur líka válynd veður sem drógu fram ýmsa veikleika í innviðum landsins, hafi fengið okkur og einhverja sem að þessum málum koma til að opna augum fyrir því að svona getur þetta ekki gengið lengur. Grunnþjónustuna þarf að styrkja og gera íbúum landsins, öllum íbúum landsins, kleift að njóta hennar, en ekki bara þeirra sem geta séð ljósið að friðarsúlunni í Viðey út eldhúsgluggann heima á sér. Þó að það ljós sé fallegt, þá þarf það að skína víðar land. Ef ekki, þá munu innviðir landsins ekki vera sterkir til framtíðar. En kæru útskriftarnemar, ég vona að þið njóti stundarinnar hér í dag. Þið eru stolt skólans við námslok, eins og verkmenntaskólinn er stolt samfélagsins. Ég þakka ykkur aftur fyrir að velja verkmenntaskólann sem skólan ykkar liðin ár. Það á að vera metnaður okkar sem hér búum að nýta okkur hann, enda hefur hann sýnt og sannaði gegnum tíðina. Hann skilar vel menntuðum nemendum frá sér, tilbúin til að takast af allar þær áskoranir sem þau ætla sér í framtíðinni. Ég endurtek hamingjuóskir til ykkar og fjölskyldu ykkar með áfangan og vona þið náið að halda vel upp á hann þrátt fyrir ýmsar takmarkanir síðan þá á samkomuhaldinu. Og hafandi verið einu sinni í ykkar sporum, þá veit ég að ýmsir hyggja á að halda vel upp á þetta sem eðlilegt er. Þannig að þið gerir það fallega í kvöld, hvernig sem þið gerir það. Njótið dagsins, njótið stundarna, til hamingju öll sem eru með ykkur farnast vel í framtíðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón Björn. Nú mun Birna Marín Viðarsdóttir flytja okkur lagið Vetrasól, höfundur lags er Gunnar Þórðarson og text eftir Ólaf Hauk Símonarson. Gjörðu svo vel, Birna. Hvers virði allt heimsins prjál ef það enginn hér sem stendur kyrr aðrir hverfa á braut sem vill þér jafnan vel og deilir með þér gleð og sorg. Þá
Hvers virði að eignast allt í heimi hér, en skorta þetta eitt sem enginn getur keypt. Hversu ríkur sem þú telst og hversu fullar hendur fjár, þá áttu minn en ekki neitt ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós, mín vetrarsól. Hvers virði allt heimsins prjál ef það enginn hér sem stendur kyrr, aðrir hverfa á braut sem vill þér jafnan vel og deilir með þér gleð og sorg. Þá áttu minn en ekki neitt ef þú átt engan vin. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós. Það komin vetrartíð með veður köld og stríð. Ég stend við gluggann, myrkrið streymir inn í huga minn. Þá finn ég hlýja hönd, sál mín lifnar við. Eins og jurt sem stóð í skugga en hefur aftur lítið ljós, mín vetrarsól. Takk kærlega fyrir þetta, Birna Marín. Nú komið að stundinni sem allir hafi beðið eftir, sjálfri útskriftinni. Í dag útskrifum við 35 nemendur af 9 námsbrautum. Við óskum eftir því að klappa verði vel fyrir öllum í lokin og það sem ekki fyrir fjölnum hópa gesta í salnum hvetjum við nemendur að klappa hver fyrir öðrum í lokin. Aðalbjörg Ósk Guðmundsdóttir brautskráist á námsbraut í húsasmíði. Andrés Þorsteinsson brautskráist af námsbraut í húsasmíði. Andrés Nær Sigurjónsson brautskráist af námsbraut í húsasmíði. Aníta Rakel Hauksdóttir
brautskráist af náttúruvísindabraut. Anna Karen Marinósdóttir, brautskráist af náttúruvísindabraut. Birna Marín Viðarsdóttir, brautskráist af félagsvísindabraut. Dagný Erla Hjaltadóttir, brautskráist af sjúkraliðabraut. Elvar Geir Geirsson, brautskráist af sjúkraliðabraut, hann ekki viðstaddur. Ester Guðmundsdóttir, brautskráist af námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa og leikskólaliða. Eva Björg Sigurjónsdóttir, brautskráist af opinni stúdentsbraut. Eyrún Sól Einarsdóttir, brautskráist af opinni stúdentsbraut. Galdur Máni Davíðsson, brautskráist af félagsvísindabraut. Guðmundur Kristinn Þorsteinsson, brautskráist af náttúruvísindabraut. Guðný Klara Einarsdóttir, brautskráist af nýsköpunar- og tæknibraut. Hafþór Árni Hermannsson, brautskráist af náttúruvísindabraut. Hjálmar Veis Jóhansen, brautskráist af námsbraut í rafvirkjun, hann ekki viðstaddur. Jóhann Valur Þorsteinsson, brautskráist af opinni stúdentsbraut, hann ekki viðstaddur. Jóna María Aradóttir, brautskráist af opinni stúdentsbraut. Jónas Orri Vilhelmsson, brautskráist af námsbraut í húsasmíði. Júlíana Þórbjörg Ólafsdóttir, brautskráist af sjúkraliðabraut. Margrét Þorvaldsdóttir, brautskráist af námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa, hún ekki viðstödd. María Bóel Guðmundsdóttir, brautskráist af félagsvísindabraut. Marinó Máni Atlason, brautskráist af opinni stúdentsbraut. Nikola Kristinn Stojanovic, brautskráist af félagsvísindabraut. Oddur Logi Reynisson, brautskráist af námsbraut í húsasmíði. Regiane Haldursdóttir, brautskráist af sjúkraliðabraut, hún ekki viðstödd. Sif Kjartansdóttir, brautskráist af sjúkraliðabraut, hún ekki viðstödd. Sigurborg Benediktsdóttir, brautskráist af námsbraut í viðbótarnám til stúdentsprófs, hún ekki viðstödd. Sigur Páll Hjaltalín Sindrason, brautskráist af námsbraut í rafvirkjun. Stefán Hugi Jónsson, brautskráist af námsbraut í rafvirkjun, hann ekki viðstaddur. Steinunn Dagmar Björgvinsdóttir, brautskráist af opinni stúdentsbraut. Særún Birta Valsdóttir, brautskráist af félagsvísindabraut. Vanda Jónasardóttir, brautskráist á náttúruvísindabraut. Ír Gunnarsdóttir, brautskráist af félagsvísindabraut. Og Þórdís Pála Reynisdóttir, brautskráist á námsbraut í húsasmíði. Þú mátt koma upp, gjörðu svo vel. Hér með segi ég ykkur útskrifu frá Verkmenntaskóla Austurlands árið 2020 og þið megið setja búið. Núna ætlum við að klappa svolítið duglega hvert fyrir öðru, þetta. Ég held að þetta sé ekkert færið desibelinu vera. Hvað segir þú þar? Þá erum við komin að tónlistaratriði.
Nú mun Eva Björg Sigurjónsdóttir, ný stúdent, flytja lagið Lítill fugl sem systkinin Ellý og Vilhjálmur Vilhjálmsbörn gerðu frægt. Lagið er eftir Sigfús Halldórsson og textan eftir Örn Arnarsson. Júlíus Óli Jakobsson leikur undir á píanó. Gjörið svo vel. Lítill fugl á laufgum teig, losar blund á mosasæng, heilsar glaður heiðum degi, hristir silfurdögga væng, flýgur upp í heiminn heiði, hefir geisla straum í fang, siglir morgun svala leiði, sest á háan klettadráng, þykist öðrum þröstum meiri, þenur brjóst og sperrir stél, vill að allur heimur heyri, hvað hann syngur listavel. Skín úr augum skáldsins gleði, skelfur rödd við ljóði ný, þó að allir þrestir kveði, þetta sama dirrindi. Þykist öðrum þröstum meiri, þenur brjóst og sperrir stél, vill að allur heimur heyri, hvað hann syngur listavel. Litli fuglinn ljóða vildi, lista bragum vor og ást, undarlegt að enginn skildi, að því snilldar verki dást. Takk kærlega fyrir þetta Eva Björg og Júlíus Óli. Á þessum tímamótum erum við hæfa að veita viðurkenningar til þeirra sem hafa einhvern hátt skarað fram úr í námi og starfi skólans. Öll þau sem eru hér í dag hafa lagt mikla vinnu á sig og stunda námsett af kappi. Það hefur verið ánægilegt að fylgjast með ykkur á fyrsta árunum mínu hér við VFA. Þannig að nú byrjum við smá verðlaunaafhendingu. Ég verð að segja miklu fallegra að horfa á ykkur með hattana. Já, gjör svo vel. Það er ekki alltaf að vera svona utandars. Auðvitað. Ég held við höfum aldrei almennilega útskýrt, en við tókum mjög hátíðlega, Karen, að finna leið til þess að virða 2 metra regluna. Ég er ennþá sko, það er mjög skrítið að afhendir úrstjórnarsystemningar að taka höndina á okkur. En það er sérst ástæðan fyrir þessu formi, að við afhendum og bökkum til þess að gefa öllum færi á að halda 2 metrum. Ég fannst ég bara verða að útskýra þetta. Nú er því lokið. Gjör svo vel, Karen. Herðu, þá, þið komið hérna að sjáu verðlaunaborðið, Lilja réttir ykkur verðlaunin og svo fáðu ykkur bara sæti. Þórdís Pála Reynisdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í húsasmiði. Hún fær hoggborvél en það er húsasmiðan sem gefur þessi gjöf. Gjör svo vel. Hjálmar Veis Jónsson hlýtur viðurkenningu fyrir góða námsárangur í rafiðngreinum. Hann fær hersluskurjárn en það er Jóhann Rönning sem gefur þessi verðlaun. Hann er því miður ekki hér í dag. Við gefum honum samt gott klapp, er það ekki?
María Ból Guðmundsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í félagsfræðigreinum, en hún fær bókina Brot eftir Dóru S. Bjarnadóttur. María Ból, ¿quítás? María Ból hlýtur einnig viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í stærðfræði. Hún fór bókinni Math, Art, True Beauty and Equation eftir Stephen Orns. Guðný Klara Einarsdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur á nýsköpunar- og tæknibraut. Hún fær bókina Hönnun, leiðsögn í máli og myndun sem Guðni Kolbeinsson þýddi. Anna Karin Marinósdóttir hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í tungumálum. Hún fær bókagjöf frá danska sendiráðinu eftir Christian Bang-Foss. Anna Karin, ég ætla að beða með hingra aðeins. Anna Karin hlýtur einnig viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur í íslensku og hún fór kvæðabókina eftir Jón Helgason. Hingra aðeins lengur. Háskóli Íslands veitir menntaverðlaun í 3. sinn núna í vor. Menntaverðlaun HÍ eru veitt framhaldsskólanema sem hafa skarað fram úr á skólagöngu sinni. Í ár hlýtur Anna Karin Marinósdóttir þessa viðurkenningu. Elvar Geir Geirsson hlýtur viðurkenningu fyrir framúrskarandi námsárangur á Sjúkraliðabrú. Hann fór bókina Skömm úr vanmætti í sjálfsöryggi eftir Guðbrand Árna Ísberg, en Elvar Geir því miður ekki hér í dag. Hafþór Árni Hermannsson hlýtur viðurkenningu fyrir ágæta námsárangur í náttúrufræðigreinum. Hann fær bókina Fuglar í náttúru Íslands, en það stjórnendafélag Austurlands sem gefur bókina. Hafþór, viltu hingra aðeins? Háskólinn Reykjavík veitir viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í raungreinum á stúdentsprófi. Er að ræða gjafabréf og niðurfellingu á skólagjöldum fyrstu önnuna ef verðlaunahafi kýs að hefja nám í HR. Í HR hlýtur Hafþór Árni Hermannsson þessa viðurkenningu. Gjörðu svo vel. Hafþór. Stærðfræðifélag Íslands veitir viðurkenningu til afburðanemenda í stærðfræði. Nemandi þá þarf að hafa lokið 30-35 einingum í stærðfræði með einkunna 9 eða hærri. Í ár hlýtur Hafþór Árni Hermannsson þessa viðurkenningu. Hann fær bókina Síðasta setning Fermats eftir Simon Singh í þýðingu Kristínar Höllu Jónsdóttur. Gjörðu svo vel, Hafþór. Við viljum einnig veita nemendum viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur í námi með meðalengunan 9 eða hærri. Anna Karin Marinósdóttir, brautskráfa náttúruvísindabraut, María Ból Guðmundsdóttir, brautskráfa félagsvísindabraut, og ég vil biðja Önnu, Karin og Maríu Ból að koma upp og taka á móti viðurkenningu frá skólanum. Félagslíf í framhaldsskólum mikilvægt eins og þau öll vitið, bæði fyrir nemendur og skólasamfélagið. Því vel við hæfi að veita hér í dag viðurkenningu fyrir velunnin störf til að efla andan innan skólans með þátttöku í hinum ýmsu félögum, ráðum og nefndum. Nemandinn sem í ár hlýtur þessa viðurkenningu hefur svo sannarlega lagt sitt af mörkum í þágu samnemanda og skólafélagsins alls. Ég vil biðja Steinunni Dagmar að koma og taka á móti viðurkenningu frá skólanum. Steinunn Dagmar fær að gjöf bókina Framkomu eftir Eddu Hermannsdóttur. Við skólan hefur verið starfrækt listakademía nokkur ára skeið. Ég var farin að vera ótrúlega spennt fyrir listasýningunum sem átti að vera í ár. En eins og félagslíf mikilvægt, þá menningin ekki síður mikilvæg. Listakademían og leikfélagið Djúpi vinna náið saman og setja upp metnaðarfullar leiksýningar sem við þurftum því miður að aflýsa í vetur. En eftirtaldir nemendur fá viðurkenningu fyrir að hafa unnið ötullega í listakademínu. Birna Marín, Eva Björg og Ír Gunnarsdóttir. Ég vil biðja þessi nemendur að koma og taka á móti viðurkenningu frá skólanum. Í ár hvert gefur Sjúkraliðafélag Austurlands sjúkraliðum í hópi brautskráningarnema lykil og rós frá félaginu. Í ár brautskráum við 4 sjúkraliða og 1 af Sjúkraliðabrú, en af þeim eru viðstaddir hér í dag Dagný Erla Hjaltadóttir og Júlíana Þorbjörg Ólafsdóttir.
Ég vil biðja þær að koma hér og taka við lykil og rós og bið þær velkomnar fyrir hönd stjórnar Austurlandsdeildar í hóp sjúkraliða. Vil ég gleyma rósinni? Já. Allt að koma. NÍVA, nemendafélag VAFA, hefur starfað af krafti í vetur. Hópur öflugra kvenna bauð sig fram í stjórn og hefur stýrt félagslífinu skólans með röggsemi. Ég vil biðja þær Anítu Rakel, Birnu Marín, Evu Björg, Maríu Bóel, Særúnu Birtu, Steinunni Dagmar og Íri að koma og taka á móti viðurkenningum frá skólanum. Já, það kom allir einu. Já, var ég að tala á hratt fyrir þig? Ég held að það var ekki hægt. Þau ekki gefið fyrir öllum gott klapp. Nú munu þau Oddur Logi Reynisson og Steinunn Dagmar Björgvinsdóttir flytja ávarp fyrir hönd útskriftarnema. Steinunn Dagmar, gjörðu svo vel. Ágæti skólameistari, aðstoðarskólameistari, útskriftarnemar og aðrir góðu gestir sem fylgjast með heim í stofu. Hefði þau verið því að einn eða fleiri útskriftarnemar haldi ræðu fyrir hönd nemenda við útskrift Verkmenntaskóla Austurlands. Að þessu sinni fer ég, Steinunn Dagmar, með ræðuna ásamt Oddi Loga sem fær orðið hér á eftir mér. Þegar ég var að klára grunnskóla, þá langaði mig ekkert í framhaldsskóla, en það urðu augljóslega smá breytingar á því úr því ég stend hér í dag. Ég byrjaði í VAFA á miðju skólaári á vorum 2017 og var rosalega stressuð yfir því að vita ekkert hvað ég væri að fara út í. En leið og ég byrjaði fann ég einhvern veginn hvað það er vinalegt andrúmsloft og notaleg stemming í þessu skóla. Mér finnst ég hafa fengið fjölmörg tækifæri á ýmsum sviðum í VAFA. Ég hef tekið virkan þátt í félagslífinu alveg frá upphafi og tróðið mér í langflest ráð og nefndir sem er í boði, enda með yfirbörum stjórnsum og athyglisjúki þokkabót. Ég hef haldið út í sjoppu, aðstofað við að skrifa handrit, farið á þing íslenskra framhaldsskólanema og hanna skólapeysur, svo eitthvað sé nefnt. Ég hef líka komið að ýmsum viðburðum, þar á meðal seinustu 2 árshátíðum sem voru skipulagðar af góðum hópi fólks sem urðu vini mínir í því ferli. Ég er gríðarlega þakklát fyrir þá vini sem ég eignast á minni skólagöngu. Það hefði aldrei verið eins að ganga í gegnum þetta allt saman án þess að hafa gott samferðafólk sér við hlið. Einhverja til þess að faðma þegar allt virðist vera að hrynja og fagna með þegar hlutinni ganga vel. VAFA tekur þátt í erlendum samstarfsverkefnum á vegum Erasmus+ og ég hef verið svo heppin að fá að taka þátt í slíku verkefni. Ég ferðast með starfsfólki og nokkrum samnemendum til bæði Ítalíu og Ungverjalands þar sem ég dvaldi í viku í senn. Það var skemmtilegt og þroskandi að fá að vera partur af erlendu skólasamfélagi og kynnast ólíkum skólum, kennsluaðferðum og menningarheimum. En það sem ég þótti samt dýrmætast var að eignast vini í þessu ferli sem ég á ennþá í samskiptum við. Og svo ég haldi nú áfram að telja ykkur trú ég eigi vini, þá langar maður þess að tala starfsfólk VAFA sem mörg hver eins og vinir okkar og kunningjar, eða jafnvel fjölskylda. Í fyrra gaf ég út ljóðabók sem var lokaverkefnið mitt frá VAFA og slatti af starfsfólkinu keypti mér eintök af bókinni. Þegar þau voru tilbúin þá fór ég með eintökin á kaffistofu starfsfólks þar sem ég sat í dágóðan tíma og spjallaði við starfsfólkið bara ferlið á bókinni, lífið og tilveruna. Þegar ég gekk út af kaffistofunni þá leið mér ekkert eins og ég hefði setið þarna með hópi af fólki sem yfir mig hafið, heldur eins og ég hafi átt að notalega spjalli við góða vini. Og það er nákvæmlega mín upplifun á VAFA. Í skóla af þessari stærð erum við nemendur nefnilega ekki bara kennitölur á blaði. Við umgöngumst hvort annað, alla jafna, svona þegar ekki COVID, á hverjum degi og sum okkar mörg ári röð og þá myndast oft falleg og jafnvel auglaleg tengsl á milli nemenda og kennara. Og þá verður oft til alls konar skrítin húmor. Til þess að gefa ykkur smá innsýn inn í daglegt líf okkar,
þá hefur grínið þetta árið hjá okkur útskriftarnemum á félagsvísindabraut verið á betri kantinum. Þegar eitthvað er vel gert, þá segjum við það vera unnið af rjóma samfélagsins. En sumt er bara algjört fúsk sem við líkjum þá við undarrennu. Annað liggur svo á milli hluta og er þá ýmist léttmjólk eða nýmjólk. Það er glens af þessu tagi sem að gefa lífinu lit og veldur því að það er eins mér erfitt að standa hérna og kveðja Verkmenntaskóla Austurlands. Skólann sem ég veit að ég á eftir að sakna. Skólann sem hefur verið líf mitt seinustu 3 ár. 3 ár sem að reynda liðu alveg á ógnarhraða. Á þessum tíma hef ég öðlast sjálfstraust sem ég vissi ekki þetta inni. Fengið tækifæri þess að blómstra og jú trúlega lært eitthvað sniðugt inn á milli líka. Það er því með miklu þakklæti sem ég kveð Vaffa, en ég ætla samt að geta lofað því að starfsfólki sé alveg laust mig. Það er aldrei að vita nema ég finni ástæðu til að koma aftur og sjá þess að allt sé eins og ég að vera. Ég ætlaði aldrei í Vaffa, en ég hef aldrei nokkuð tíma að segja eftir því að hafa tekið það ákvörðun að koma hingað. Það er kannski frekar kaldhæðnislegt að ég, sem ætlaði ekki eins og hingað, hafi verið fengið til þess að halda núna ræðu, en ég vil meina að það sé okkur öllum hollt að vera tilbúin að gera breytingar á því sem við höfum ákveðið og gefa okkur svigrúm til þess að skipta skoðun. Kæru samnemendur, innan til hamingju með þennan áfanga. Haldið áfram að vera rjómi samfélagsins. Takk fyrir mig. Já, kannski maður byrja að sprita sig. Sjálfverðið, brautskráningarnefndir, kennarar, ættingjar, nær og fjær. Ég verð að byrja að segja að geti lítið út fyrir ég svolítið stressaður sko, að tala fyrir fram svona fullt af fólki. Nei. Já. Það getur verið gaman að reyna að slá áhersmyndu á YouTube. Við þessa eins og getur orðað sögulega COVID-útskrift. Árgangurinn, vorið 2020. Útskriftarnemendurnir getur verið skrautlegar því að allir grímur, gleraugu og annað. COVID-árið. Þetta eru blendnar tilfinningar. Þetta ár fór með væntingum frábæran nýjan áratug sem að breytist í óvissu og tíma sem myndi breyta framtíð okkar allra í hegðun og breytingum og okkar hversdagslífi sem við aðlögumst á hverju degi hverjum. Ég sem sagt að útskrifast að verknámsbraut í Húsasmiði og það er svolítið saga að segja frá af hverju ég ákvað að fara aftur í skóla. Ég er að vinna í smíðafyrirtæki upp á Héraði, treðiðan einir. Vann þar í nokkur ár, hætti vegna annar drauma og þótt gengið af ágætlega á því sviði þá komst ég að því að eftir nokkur ár og 2 ár í skóla að vera mikill áhugamaður á því sviði og fór fljótlega að stefna annað. Ég fer sem sagt aftur að einbeita mér að smíðavinnu og ætlaði bara að láta það duga. Vinna og eignast reynslu í faginu sem ég gerði. En einn daginn er vinnufélagi minn að spyrja mig hvort það sé ekki bara gott að hætta sem smiður, fara bara að vinna í álfurinn á Reyðarfirði. Ég sagðist nú ekki vera maður til að ákveða það og það heillaði mig en þetta ekki það mikið. En ég var nú bara verkamaður og sagði hann að bara henda sér í það, ef hann vildi. En þá segir sami vinnufélagi minn, Smári Hlíðberg, við mig að okkur ég myndi ekki fara að skoða þetta raunfærnimat sem myndi meta allt það sem ég hef unnið og ég fór að skoða það. Ég lét verða því. Já, ég skal aðeins útskýra sem sagt raunfærnimat. Raunfærnimat er það sem að ég geri mitt eigið sjálfsmat sem er sent á Austurbrú sem myndi koma mér í samband við 2 kennara, Iðnmenntaskóla í Hafnarfirði og Tekniskólanum og spyrjum út í allt það sem sjálfsmati mitt gaf upp. Hvað ég kynni í faginu og hvað ég held ég hefði farið svakalega illa. Þau spurðu mig út í og beðin að útskýra aðferðir og reglur og jafnvel látin teikna upp hitt og þetta og það var skannað inn og þeir fóru svo yfir þetta allt saman. Já, ég vil þakka Hrönn hjá Austurbrú fyrir hjálpina, hvað það var þar. En það hjálpaði samt ekki mikið þegar hún sagðist að strákur sem var degi áður, sem hafa verið sama mati og þeir kennararnir hafa ekki spurt þann eins mikið og þeir spurðu mig. En það kom í ljós
að 66 vikur að 72 vikna starfssamningi voru metnar og auðvitað allt það sem ég hefði gert á skóla, en ég þurfti auðvitað að fara í allt námstengt efni og aðalega bóklegt. Þannig að haustið 2018 byrjaði ég skólagöngu mínu aftur og þar tekur Jón Þorláks eða Nonni mig undir væng sinn með meiru. Það er ekki hægt að segja að ég hafi verið eitt svakalega virkur í félagslífi skólans. Þetta var það mjög lítið. Nei. En kannski ekki þess vegna. En öðru. Þannig ég mæli eindrið með að fólk fari í raunfærnimat á sínu sviði ef það vill læra það svið, og því það er mikið hjálp í þessu. Og eftir þetta, þá get ég með sanni sagt að þetta svín virkar. Þannig, come on. Verknámið sem ég var í, sem þýðir einfaldlega skóli og með vinnu, að læra verkþætti og venjur í skóla og sjá hvernig það er á vinnumarkaði, er í rauninni barn síns tíma. Þetta eru breyttir tímar og að mínu mati finnst mér það ekki verra ef að meistari ákveðins nemanda geti haft aðeins meiri inngrip, en það er auðvitað ef að meistari kýs að gera það. Þeir sem ákveða að fara í húsasmíði eða einhverja iðnað í skóla verða að hafa það hugfast að það sem þú lærir í skólanum er auðvitað nauðsynlegt, en það að fara út á vinnumarkaðinn, það er alltaf staðall á því þar. Góður nemandi þarf að sanka sér upplýsingum á meðan það er báðum stöðum, jafnt í skóla og á vinnumarkaði. Svo kemur það í ljós hvort að þú ert í rauninni groddarsmiður, skóflutittur, gluggasmiður eða stegasmiður. Eftir ákveðna reynslu. Það er ekki þannig að þú ert nýkomin úr skóla og fer strax að koma þér í svipuð verkefni og varst í skólanum. Þetta fer oft þannig að þú ert beðinn að skoða einhverja leka með einhverju þakkanti, sem eftir smá athugun sýnir að þakkarinn aðeins tróðfullar af rusli og rauðblöðum og vatni bara fer það sem það á ekki að fara. Af því þú ert þarna, þá bara ertu náttúrulega beðinn að taka þetta. Já, og svo ef maður skipt gler, eða brotið eða gamalt eða ónýtt eða eitthvað. Fyrst er reglan svo að alltaf áður en þú tekur gömlu rúðuna úr, er að mæla nýju rúðuna. Svo bara alveg viss að hún passi. Ekki taka gömlu rúðuna úr og svo allt í einu vantar 10 cm upp á lengd eða breidd eða eitthvað. Góður meistari þarna á ferð, sem pantaði náttúrulega vitlausa rúðu, get ég sagt sko, en þetta hefði getað farið betur hefði ég bara ákveðið að mæla rúðuna fyrst. Já, þakkir. Mér langar að þakka Heklu minni fyrir hjálpina og peppið, fyrir námið sem stóð í lífi mínu yfir þetta, allt saman. Meistara mínum Kristjáni og Sigga, og bara hvað þeir hafa leinbent mér vel og dæmisauðu þeirra hjálpað. Vinnufélagi Valdimar Veturlaugsson fyrir að lána mig bíl þegar nauðsynlega þurfti á honum að halda. Ómar, hann er nú að hugsa rollhlutan sínir eitthvað núna. Marino fyrir Eurovision fróðleiksmálana sem ég langaði ekki að vita. Nonni og Eyþór og Steindór kennurum fyrir hjálpina og peppið. Smári Hlíberg fyrir visku sín og snild, jafnt í vinskap og bara í vinnu. En við skulum ekki hafa þetta lengri þakkaræðið en þetta og ég var að frétta að það væri þakkrænu niðurfall á lögreglustöðinni sem var í fullt árusli. Ég þakka ykkur fyrir, Oddur og Steinunn, og það sem er svo skemmtilegt við þetta er að þau sýndu í rauninni hún sýnir svona fjölbreytni hjá okkur. Hún er í fjölbreyttum námsleiðum, fjölbreyttum nemendahópum og það er nefnilega alveg magnað að það er svo margar leiðir inn. Og það er alveg eitt af því sem við starfsnámsskólarnir erum að búa okkur undir á þessum sérstöku tímum, það er einmitt að fá aukna aðsókn inn í skólana, í starfsnámi, þá úr hópi fullorðin ekki síður en ungra aðila. En það er hefð fyrir því við brautskráningu VFA að kennari það komi, eða einhver fulltrúi starfsfólk komi og flytji kveðju fyrir hönd starfsfólks. En nú er það svo að starfsfólk er bara ekki með, það hefði sprengt þarna þessa tölu 50, þannig að starfsfólki tók sér til og tók upp kveðju til nemenda. Hún Perla, sálfræðikennari, klippti hana saman og nú bara einfaldlega fáið þið hérna á rafrænu formi kveðju frá starfsfólki VFA. Starfsfólk VFA gjörðu þessu vel.
Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. First thing a girl did was a bop. And the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go with the flow back then until I touch my toes. Þetta á ekki að vera svona. Choo choo choo, cause they hope I show. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. Kæru nemendur, innilega til hamingju með daginn. Fúlt að geta ekki verið með ykkur í dag, en svona er það nú bara. Ég set allan upp mína húfu í tilefni dagsins, eins og alltaf á útskriftardegi nemenda í Vaffa. Bjarta framtíð. Krakkar, það var mikill heiður fyrir ykkur að ég skyldi kenna ykkur öll þessi ár. En til lukku með daginn ykkar og gangu vel í verkefni framtíðarinnar. Skál. Vel gert, krakkar. Elsku krakkar, innilega til hamingju með daginn og gangi ykkur vel í öllu því sem þið ætlið að taka ykkur fyrir hendur í framtíðinni. Ég mun sakna ykkar mjög á göngunum. Bjarta framtíð. Hæ krakkar, innilega hamingjóskir með áfangan. Ég óska ykkur bara gleði og gæfu í framtíðinni og ég á eftir að sakna ykkur skólanum, en það var gaman að kynnast ykkur og ég fylgist spennt með framhaldinu. Eiga æðislegan dag og gleðilegt sumar. Jæja, til lukku æskunar. Gangi ykkur bara allt í haginn og bjarta framtíð og við höfum örugglega eftir að sakna ykkar. Hafið það gott. Til hamingju með áfangan krakkar, til hamingju með útskriftina. Þakka ykkur bara fyrir samverunni gegnum árin. Það er búið ótrúlega gaman og skemmtilegt að fylgjast með ykkur alltaf og bara gangi ykkur vel í öllu því sem við tækja ykkur fyrir endur í framtíðinni. Til hamingju með áfangan krakkar. Harðu að gera eitthvað geggjað skemmtilegt svona fyrir næstu lótu hjá okkur. Tjús, tjús. Til lukku með áfangan, krakkar, og munið að þetta er bara fyrsti áfanginn. Gangi ykkur vel. Það skiptir engu máli hvaða húfu þið eru með. Munið bara njóta en ekki þjóta. Gangi ykkur vel. Til hamingju með daginn öll sömur. Takk fyrir veturinn og takk fyrir árin. Gangi ykkur allt í haginn. Ég man þig, ég man þig enn. Ég man þig enn. So felicitations all, sending best wishes on this marvellous day of yours, and I'm gonna miss you so much, but anyway, wishing you all the best from me for your future. Bye bye. Kæru útskriftarnemendur, nú er tilefni til að fagna. Innilega til hamingju með daginn ykkar, munið að njóta næsta kafla í lífinu, það eru spennandi tímar framundan, til hamingju með daginn. Fyrst eiginlega var augu í hnakkanum, ég alltaf að tala við ykkur en sný alltaf fram. Dagurinn í dag boðar nýja framtíð hjá ykkur og þegar ég vera stolt og ánægð af ykkur sjálfum, þannig að við erum alveg gríðarlega stolt af ykkur, það er alveg á hreinu. Og nú er bara þessum áfangaloki og nýjar áskoranir sem taka við. Og það sem að, hvert svo sem þið fari í lífinu, þá vil ég bara segja ykkur, verið þið sjálf og veljið leiðir sem að veita ykkur sjálfum lífsfyllingu. Farið þangað sem ykkar langar að fara og gerið það sem þið viljið gera. Ég vona að njóta dagsins í dag með fjölskyldum ykkar og ég er alltaf hrædd með gleymsar tölu og ég segi 34. starfsári Verkmenntaskóla Austurlands
lokið og skólanum slitið. Það hefð fyrir ákveðinu lokaathöfnina sem var innleidd fyrir nokkrum árum síðan að hér sungin blessuvertu sumarsól. Ég verð að segja þetta, Karen mjög glöð. Hún vildi endilega við heldum þessu til streitu og að sjálfsögðu gerum við það. En venjulega höfum við fengið svona, lagvissasta starfsfólkið upp á svið til þess að leiða sönginn. Við Karen ætlum ekki að taka það okkur. Það alveg á hreinu. Þannig við vorum bara út klára og skoðum eftir aðstoð hjá nemendum og það Eva Björk og María Bóel ætla að leiða sönginn. Undirleik Júlíusar Óla Jakobsen og nú þurfum við bara öll að taka undir. Þetta var ekki fáður í þessu. Við þurfum að standa upp á mig að við syngjum og svo ljúkum við athöfnum með þessu lagi. Takk. Frjó